Og aðeins meira skattatilfærsluna. Það sem var gert hér var að það voru búin til fordæmalaus á Norðurlöndum að minnsta kosti forréttindi fyrir ríka fólkið í skattkerfinu. Mest vó þar sem sagt minnkun, lækkandi skattbyrði á fjármagnstekjum. Hér svona yfirlit yfir það hvernig þróunin í því varð að arðgreiðslur, söluhagnaður og leigutekjur voru skattlagðar eins og atvinnutekjur. Bara síðast árið 1992 náði til 96. 40% skattur var þar og í dag 22.000. Fór niður í 10% í byrjun og 10% skattur og fjármagnstekjur var í gildi þessa til 2009. Vaxtatekjur sem sá hluti fjármagnstekna sem helst eldra fólk nýtur, það hefur önglað saman örfáum milljónum inn á sparireikning til að geyma til að geta tekist á við óvænt afföll, að það þótti ástæða hér áður fyrir að hafa það skattfrjálst sem stuðning við þá viðleitni fólks, en það var skattlagt eins og aðrar fjármagnstekjur með þeim breytingum sem voru gerðar hér frá 1996. Í dag smá frítekjumark þar á. Staðan þá þessi að þegar að láglaunamaðurinn bara í dag, þegar hann bæti við sig 150.000 krónum á mánuði, sem nú eiginlega lágmark sem hann þarf að gera til þess að geta náð endum saman, hann þarf nú eiginlega fara í 200.000 með aukavinnunni, þá greiðir hann 36,9% skatt af því auka erfiði sem hann leggur á sig. Hátekjumaðurinn sem bæti við sig fjármagnstekjum, hvort sem það eru 150.000 eða 100 milljónir eða jafnvel 1 milljarður, hann greiðir bara 22% skatt af þeim. Þetta eru þeir sem láta fjármagnið vinna fyrir sig, spila golf á daginn og þeir fá sérstök umbunarfríðindi og hvata frá skattakerfinu fyrir það. Í mínum huga þetta eins konar aðför að íslensku vinnusiðferði. En svo það hitt að þeir sem eru með fjármagnstekjur, stærstan hluta tekna sinna sem fjármagnstekjur, á árunum fyrir hrun var efsta 1% með 80% af tekjum sínum sem fjármagnstekjur. Greiða ekkert útsvar og láta lægri og millitekjuhópana að fjármagna rekstur sveitarfélaganna.